Fundarstjóri, kæru viðskiptaþingsgestir, mikið ótrúlega gaman að fá að vera hérna í dag og að fá að ávarpa viðskiptaþing í fyrsta sinn. Það sem Dr. Alan var að tala áðan hefur verið mér hugleikið síðustu 109 dagana, eða frá því að nýtt ráðuneyti háskóla, iðnaðar og nýsköpunar var sett á laggirnar. Alan talaði mikið það hvað allt virðist vera að breytast og breytast hraðar en nokkru sinni áður. Og við Íslendingar, við þekkjum breytingar. Við erum í essin okkar þegar breytingar ganga vel. Sérstaklega þegar við erum í bullandi uppsveiflu, eins og þegar við upplifðum síldarævintýrið á Siglufirði. Ég get ekki sagt að síldarsöltun sé mér í sérstaklega fersku minni, en ég hef séð myndirnar og heyrt sögurnar. Síldin skapaði þúsundir starfa og var tíma helmingur útflutningstekna þjóðarinnar. En nánast á einni nóttu árið 1968 hvarf síldin. Ævintýrið leið undir lok. Íbúum Siglufjarðar fækkaði þriðjung og fjöldi fólks missti vinnuna. Fátt sárara. En fiskurinn í sjónum blessunarlega ekki okkar eina auðlind. Við erum ótrúlega lánsöm að eiga hreint og frjósamt land þar sem við höfum ræktað mat í meira en 1000 ár. En því miður fótunum stundum kippt undan okkur á svipstundu þegar náttúruöflin taka skyndilega völdin og eina sem eftir harkan, þrjóskan og vonin og trúin að allt verði betra á ný. Mörgum leið þannig þegar ferðaþjónustan varð okkar stærsta atvinnugrein á undraskömmum tíma. Þeir sem ekki höfðu breytt bílskúrnum sínum í Airbnb-íbúð fannst þeir vera að missa af ævintýri lífsins. Ferðaþjónustan var orðin svo mikilvæg stoð í íslensku atvinnulífi að hún komst yfir 40% af útflutningstekjum okkar. En svo var flautað til leiks í Austurríki. Á einni nóttu breyttist allt. Bankastrætið var tómt og það sem enginn af okkur trúði, landamærunum var lokað. Hér voru engir ferðamenn. Fólk missti aleiguna. En áfram trúðu við samt sem áður á að endanum myndi allt reddast. En það var á þeirri stundu sem okkur fannst við sjá til lands að það heyrðist í sprengjugný úr austri. Stríð var hafið í Evrópu. Pútín hafði ráðist inn í Úkraínu og milljónir barna nú á flótta. Í skugga ógnar fikra frændur okkar, Finnar og Svíar, sig nú inn í NATO og tilveran kemur okkur einfaldlega stöðugt á óvart. Engu máli skiptir hvort við erum ríki, stofnanir, fyrirtæki eða einstaklingar. Og mig langar að segja ykkur frá einu slíku atviki í mínu lífi. Það gerðist einmitt í Finnlandi. Og ekki bara í Finnlandi, það gerðist á rússneskum veitingastað í Helsinki. Árið var 2019 og ég var 28 ára formaður utanríkismálanefndar. Þrátt fyrir að það væru ráðherrabreytingar í vændum á miðju kjörtímabili að þá fór ég á fund í Finnlandi af því að mér var sagt að ég yrði ekki ráðherra. Það væri óþarfi fyrir mig að bíða eftir tíðindunum heima. En þarna hringdi síminn og á línunni var Bjarni Benediktsson. Ég vissi að eftir 1 mínútu var hann að fara að tilkynna ráðherraval sitt. Og þegar ég flúði lætin úr salnum og það sem hann veit ekki að ég fór inn á klósettið á rússneska veitingastaðnum í Helsinki. Þar fékk ég þau tíðindi að ég þyrfti að fljúga heim enda þurfti ég að taka við sem dómsmálaráðherra. Örfáum klukkustundum síðar var ég komin í klassísku myndatökuna á Bessastöðum. Skömmu síðar fekk ég lyklana afhenta af dómsmálaráðuneytinu og ég trúði að þangað væri ég komin til að breyta samfélaginu.
Ég trúði því svo mikið. En ég var varla búin að koma mig fyrir, varla búin að setjast inn í stólinn á skrifstofunni þegar mér var sagt af embættismanni fyrirgefðu, það er bara rosa mikið að gera í þessu ráðuneyti, þannig að það er eiginlega engin tími fyrir þín gæluverkefni. Ég lét það nú samt ekki stöðva mig. Þegar ég fékk svo fyrir nokkrum mánuðum tækifæri að taka við háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu, þá fannst ég mér mjög lánsöm. Ekki bara því að ég var áhuga á málaflokkunum, heldur líka því ég fekk það einstaka tækifæri að búa til nýtt ráðuneyti. Og ég tók strax þá ákvörðun að það ætti að sjást á ráðuneytinu að það væri ekki búið til árið 1904, heldur 2022. Og mér var búið hingað til að segja frá þeim breytingum, þeirri uppbyggingu og nýjum starfsháttum. Og til einföldunar leyfi ég mér að segja að gæluverkefni mín er kannski bara hægt að flokka í tvennt. Svona smávægileg gæluverkefni sem ráðherra hefur í nýju ráðuneyti. Annars vegar vil ég leysa krafta atvinnulífsins úr læðingi, svo að við upplifum bætt lífsgæði og fleiri tækifæri. Og hins vegar dreymir mig að við getum gert meira fyrir minna. Og í raun miklu meira fyrir minna. Það hvernig ráðuneytið byggt upp endurspeglar hvernig mig langar að sjá hið opinbera breytast. Og í fyrstu velti ég fyrir mér hvort það væri ekki til einhver svona töfralausn hvernig ráðuneyti ætti að vera. Ég vissi ekki alveg hvernig ég ætti að gera það, en ég vissi allavega hvað ég vildi ekki. Ég var ekki að fara að kaupa rándýra sérfræðiráðgjöf sem endaði með þykkri handbók hið fullkomna ráðuneyti af því það er nóg af slíkum í skúffum ráðuneytanna. Í staðinn ákváðum við að byrja að taka skref fyrir skref, leita okkur aðstoðar og í hverri viku höfum við gert eitthvað sem breytir leiknum. Og ótrúlega margar smáar aðgerðir sem einkenna starfið okkar fyrstu 100 dagana. Og ég ætla að nefna nokkur dæmi. Ég hef lagt mikla áherslu á að velja rétta teymið. Og þó ég sé stjórnmálamaður og vil ég sjá árangur af því sem ég geri, þá geri ég ekkert ein. Prinsippin eru alveg þau sömu í stjórnsýslunni og atvinnulífinu. Þetta er sameiginlegt ferðalag allra starfsmanna ráðuneytisins. Og strax í fyrstu viku nýs ráðuneytis kynnti ég sýn mína, sem kemst bara fyrir í einni setningu. Lykillinn að bættum lífsgæðum og fleiri tækifærum er að hugvitið verði stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Og með sýninni á ég ekki bara við að hugvitið verið sterk stoð í íslensku efnahagslífi, heldur að hún lyfti öllum hinum klassísku atvinnugreinunum upp. Og með því að hafa eina sýn í einni setningu, sem er meira að segja á bolla allra starfsmanna ráðuneytisins, að þá erum við saman í þessu. Og það eru allir starfsmennirnir sem koma úr 5 ólíkum mismunandi ráðuneytum, búin að finna sameiginlegan leiðarvísir með mér. Næsta stóra ákvörðun var að kynna skipurit ráðuneytisins. Hér er myndað svona klassísku skipuriti, þar myndast oft síló, milli málaflokka, óþarfa veggir. Inn á sömu skrifstofum er oft verið að vinna með bæði minniháttar reddingar og langtíma stefnumörkun ráðherra. Stjórnkerfið er of ofta að bregðast við í staðinn fyrir að sýna frumkvæði. Og hafið þið bara pælt í því, og þið hafið örugglega öll gert það, hvað flöskuhálsarnir eru einhvern veginn margir. Ég skal veðja að þeir eru fleiri en í Heiðrúnu. En afleiðingin er sú að stóru málin og langtíma ákvarðanir og stefnumörkunin, hún næst ekki að klárast. Stundum kjörtímabil eftir kjörtímabil. Það er þess vegna sem ég breytti alveg takt. Og við ákváðum að prófa nýja nálgun, nýja gerð skipurits. Þannig skiptum við því upp að á skrifstofu stefnumörkunar er framtíðarsýnin. Langtíma verkefni mín, forgangsmál ráðuneytisins, hvort sem þau eru háskóla, iðnaðar, fjarskipti, upplýsingatækni eða nýsköpun. Tryggjum þarna að málaflokkar ráðuneytisins vinna bæði vel saman og stóru langtíma málin fái næga athygli og þessi skrifstofa er bara að horfa til framtíðar. Síðan erum við með grunninn sem er skrifstofanir varða framkvæmd og eftirfylgni. Hún horfir á stjórnsýsluna, fjármálin og daglega samskipti við stofnanir.
Þarna fá brýn úrlausnarefni faglega afgreiðslu án þess að trufla langtíma stefnumörkina. Kosturinn við þetta skipurit eru ýmsir. Sérstaklega nefni ég að hvergi í stjórnarráðinu hægt að finna meiri yfirbyggingu. Lausnin felst nefnilega ekki í fleiri starfsmönnum til að vinna hraðar og meira, heldur nýrri hugsun og betri forgangsröðun. Samhliða útfærslu á nýju skipuriti hittist allt starfsfólkið til að ákveða hvernig menningu þau vildu hafa í nýju ráðuneyti. Hvernig andinn ætti að vera. Niðurstaðan var mjög skýr. Hvínandinn okkar leggur áherslu á heiðarleg samskipti og stuðning. En þau lögðu ekki síst áherslu á það líka að fá endurgjöf frá ráðherra á störfin þeirra sem þau eru sérfræðingar í. En þau tóku líka ákvörðun hvernig anda þau vildu ekki og sú niðurstaða var jafn skýr. Ekkert niðurrif og engan hroka. Ástæða þess að það skiptir gríðarlega miklu máli að byggja upp góðan anda að við leggjum mikið upp úr teymisvinnu. Verklagi þar sem grá jakkaföt labba í Birkenstock inn í skónum sínum, inn á 25 fermetra skrifstofunni sína með kaffibollan og kemur svo aftur út 3 árum seinna með skýrsluna, hann liðinn. Og ég sagði að 1000 smáar aðgerðir einkenndu uppbyggingun á nýju ráðuneyti og við erum ennþá að fikra okkur áfram og læra. Og ég ætla ekki að þreyta ykkur að tala allar, en ég get ekki stillt mig að deila með ykkur að í síðustu viku tilkynnti ég afnám stimpilklukkunar. Já, öll ráðuneytin eru með stimpilklukku. Og eitt af því fyrsta sem ég sagði í nýju ráðuneyti var að öll störf væru líka auglýst án staðsetningar. Þá skýtur stimpilklukkan líka mjög skökku við. Og í þessari viku ákváðum við líka að hefja hugleiðslu. Nýsköpunarfyrirtæki Flow leyfir starfsmönnum að hugleiða hvar og hvenær sem er. Fá að sjá þessa fallegu íslensku náttúru og gleyma sér stund til að vera betri starfsmenn. Síðast en ekki síst langar mig að segja ykkur að það er lykilatriði í nýju ráðuneyti að vinna öll verkefni þannig að þau taki mið af fólkinu sem við erum að vinna fyrir. Og mig langar að gefa ykkur örstutt innsýn inn í þá vinnu þegar starfsfólk stjórnarráðsins að breyta leiknum í stjórnarráðinu. Upplifunin svolítið að kerfið of flókið og við þurfum einhvern veginn að bregðast við því og reyna að laga það. Og það það sem við erum að gera hérna með því að bæði einfalda hlutina, setja þau niður í ákveðin skref og spretti til þess að ná hraðari árangri. Og þá getum við líka einfaldað kerfið svolítið og forgangsraða skýrar. Það sem gerist í stjórnsýslunni að daglegt amstur og alls konar hluti sem komu upp fara yfir skýra stefnumörkun og stóru verkefnin og þau lenda þó aftar. En með svona vinnu erum við að ná því að halda góðum dampi í mikilvægum verkefnum og við getum þá vonandi klárað þau fyrr. Það rosalega gott og þarft og sniðugt að vinna í sprettinu. Þú hugsar ekki neitt annað á meðan, það ekkert sem truflar þig. Þú ert bara in the zone. Nýja vinnulagið þannig að það eru skýr verkefni og fólk vinnur saman í teymum. Því við erum að reyna að leiða saman sérþekkingu sem mjög mikil úr ólíkum ráðuneytum inn í teymi þar sem við búum til ákveðna gerjun til þess að hugvitið getur orðið stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Og með því að vinna þetta eins og við erum að vinna núna, að þá að verða til nýjar hugmyndir, það að verða til öðruvísi hugmyndir, það að verða til meiri kraftur. Þetta bara svo skemmtilegt. Það gaman í vinnunni. Fyrir mann sem búinn að vera annan áratug í þessum bransa og þetta alveg fest, þetta alveg nýtt. Og þetta virkar. Það beauty við. Það má líka vera gaman og það kannski krafa minna kynslóðar en það líka bara allt í góðu með þá kröfu. En hafið þið heyrt spurninguna hvað vinna margir í Seðlabankanum? Ekki svara Ásgeir. Helmingurinn segja þeir sem gera grín að stjórnsýslunni. Og Ásgeir, þetta ekki mín skoðun. Ég trúi því nefnilega að með nýju vinnulagi sé hægt að virkja miklu betur opinbera starfsmenn og með ódýrum breytingum sé hægt að gera kraftaverk. Þegar fólk á verkefnin finnur til metnaðar og ábyrgðar og löngunar til að ná árangri, þá sýnin og fókusinn miklu skýrari
og sýnin skýr á forgangsmál og væntingar skýrar. Þá líður öllum betur. Og eins og Dr. Allan sem talaði hér áðan, hann læknir og taugasérfræðingur. Hann hefur meðal annars útskýrt með mjög áhugaverðum hætti að þegar andrúmsloft vinnustaðar þrúgandi og þú ert hræddur við að gera mistök, að þá bara virkar framheilin ekki sem skyldi. Og líkaminn og þetta hefur áhrif á alla tilfinningar og hugsanir og hegðun sem stýrir því hvort að við náum yfir höfuð árangri. Og forsenda árangurstofnana og fyrirtækja að fólki líði vel. Og mér finnst þið fyrirmyndar að viðskiptaráð beini athygli í þá átt vegna þess að í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi missum við allt okkar besta fólk ef þið líður ekki vel í vinnunni. Ég geri mig grein fyrir því að sumum ykkar finnst hugmyndin nýtt ráðuneyti og að breyta stjórnsýslunni svona mikið vera einhverjar skýjaborgir, en mér full alvara. Ráðuneytið mitt 4. stærsta ráðuneytið. Þau sem eru stærri heilbrigðis-, félags- og innviðaráðuneytið. 85 milljarðar fara í gegnum ráðuneytið á þessu ári. Eigum við ekki að nota þessa peninga aðeins betur? Og það ekki nóg að breyta ráðuneytunum sjálfum. Við verðum að breyta öllu kerfinu. Og það af nóg að taka. Og mér langar sérstaklega að nefna hér í lokin umfangsmesta hluta þess sem heilbrigðiskerfið. Nú þegar eru þúsundir á biðlista, sárþjáðir eftir og bið eftir aðgerðum og hver einasti dagur getur verið þjáning. Og það þess vegna sem við megum engan tíma missa. Spár vöxt Landspítalans gera það fram til ársins 2040 sýna að vegna öldrunar þjóðarinnar þurfum við 45% fleiri starfsmenn. En ekki bara það, við þurfum 90% meira fjármagn bara til ársins 2040 ef ekkert aðgert. Hugsið ykkur að fara úr 78 milljörðum í 148 milljarða. Það kostnaðaraukning upp á 70 milljarða. Það eru meiri fjármunir heldur en allt atvinnulífið borgar í tekjuskatt árið 2021. Það lægri upphæð en aukningin hjá Landspítalanum. Greining McKinsey, hún sýnir að reksturinn getur verið lagaður og verið allt öðruvísi ef við nýtum lausnir, hugvit og nýsköpun. Þá þurfum við bara að fjölga mannskapnum 3% og kostnaðaraukningin nemur aðeins 30%. Hugvitið getur sem sagt sparað Landspítalanum nærri 50 milljarða og ekki bara einu sinni, heldur á hverju einasta ári. Og ég sagði ykkur áðan að hitt gæluverkefni mitt væri að skapa frjórri jarðveg fyrir atvinnulífið til að auka lífsgæði og skapa fleiri tækifæri. Í þeim efnum erum við að vinna nokkrum forgangsmálum sem lúta auðvitað öll að því að fyrirtæki velji Ísland til að vera og stækka, bæði lítil og stór, og að aðrir aðilar komi hingað, hvort sem það að vinna eða stofna sitt fyrirtæki. Og mér langar í lokin að sýna ykkur þetta línurit. Nei, þarna. Neðsta línan hér sagnfræðingar, sagnfræðingar, heimspekingar og guðfræðingar. Eru einhverjir hér inni með þá menntun? Já, ok, örfáir. Næsta línan lögfræðingar, ég í þeim hópi. Einhverju fleiri einhverju með skapandi listnám á bakinu? Gott að sé einn skapandi í atvinnulífinu. En þá komum við að efstu línunni. Það eru viðskipta- og hagfræðingar. Þeir eru nokkrir. Einmitt. Þetta atvinnuleysi háskólamenntaðra. Uppur 2000 þá var atvinnuleysi mest hjá þeim sem fóru í skapandi nám. Það breyttist snögglega. Alla greinar sáu þetta eftir hrun, en það lagaðist fljótlega hjá öllum nema viðskipta- og hagfræðingum. Í síðasta mánuði voru 500 viðskipta- og hagfræðingar skráðir atvinnulausir. Og þau hafa haldið sér í að vera 20–25% af atvinnuleysi háskólamenntaðra. Lykilástæðan auðvitað sú að námið vinsælt. Það fara langflestir í það og fleiri en í allar aðrar námsgreinar. Ég vil alls ekki gera lítið úr þessu námi og námið hefur reynst mörgum frábærlega, bara eins og við sjáum hér í þessum sal. En ég vek athygli á þessu af því að mér finnst þetta sárt og ég gef mér að ykkur þykir það líka. Mér finnst ömurlegt að ungt fólk sem hefur mikinn metnað og vilja og drauma skrái sig í nám
og stundi það í mörg ár en fái svo ekki störf við hæfi. Og þegar ég sá þessar tölur staldraði ég aðeins við og setti það efst á forgangslista ráðuneytisins að við gerðum allt sem við gætum til að útskrifa fólk inn í samfélagið, inn í framtíðina. Og þetta er ekki flókið. Hættum að útskrifa fólk beint inn á atvinnuleysisskrá, útskrifum unga fólkið inn í framtíðina, inn í einhver alvöru ný og spennandi tækifæri. Í síðasta mánuði, eins og Ari kom hér inn á, að þá vantar okkur fjölda fólks. Það eru 2300 háskólamenntaðir atvinnulausir hér á landi, en okkur vantar rafeindaverkfræðinga, sérfræðinga í skýjalausnum, heilsugagnaforrita og svo mætti lengi áfram telja. Listin er endalaus og heimurinn breytir svo hratt. Þess vegna verður það áskorun fyrir panelin hér á eftir að svara þeirri spurningu: hvernig veistu hvað þú átt að verða? Því okkur vantar núna í þessi störf og þurfum þess vegna að fá erlenda sérfræðinga. En við þurfum líka að kynna þessi störf fyrir yngra fólki svo þau velji rétt nám. Kæru gestir viðskiptaþings, stundum er sagt að fyrstu 100 dagarnir í lífi stjórnmálamanns eða ráðuneytis séu ráði úrslitum í lífi hans. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið er 109 daga. Það eru þess vegna 1225 dagar eftir á kjörtímabilinu ef allt gengur vel. Maður getur gert margt á 100 dögum en maður getur gert enn meira á 1000 dögum. Og breytingarnar eiga sér ekki stað breytingarna vegna. Það er af því að við verðum. Og líkt og viðskiptaráð hefur langt skeið bent á, þá má mæla styrk hagkerfisins til að standa undir nauðsynlegri þjónustu eins og háskólamenntun eða heilbrigðiskerfinu með stuðningsstuðli atvinnulífsins. Nýjasti stuðullinn sýnir að fyrir hverja 10 einstaklinga sem störfuðu í einkageiranum voru 14 sem gerðu það ekki. Sumir sem hér eru inni segja að mesta ógnin kom úr óvæntustu áttinni, frá Austurvelli. Frá 63 stjórnmálamönnum sem taki ákvarðanir sem leiði til þess að í störfum í einkageiranum fækki á meðan störfum í opinbera geiranum fjölgi. Slíkt geti bara endað á einn veg. Ég deili þeim áhyggjum með ykkur. Við stöndum á krossgötum breytinga, við getum haldið áfram að láta atvinnulífið vinna fyrir kerfið eða við getum látið kerfið vera að fara að vinna fyrir atvinnulífið. Ég vil seinni leiðina af því að ég ætla að bæta lífsgæði og tækifæri fyrir framtíðar kynslóðir. Þess vegna ætla ég að nýta næstu 1225 daga vel. Takk fyrir mig og gangi ykkur vel.